Góðan dag, kæra sveitarstjórn og áheyrendur og velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 256 og ég segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarni Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðveig Eyglóadóttir. Varamenn í dag eru Kristján Ágúst Magnússon í fjarveru Sigurðar Guðmundsson og Þórður Brynjarsson í fjarveru Davíðs Sigurðssonar. Starfsmaður fundarins og ritari er Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri. Og okkur er ekkert af vanbúnað að ganga til dagskrá og fyrsti liður á fyrirgefið fundar forseti ætlaði fyrst að óska eftir því að eitt mál yrði sett inn á dagskrá frá auglýstri dagskrá og það er varðandi það er unni bréf sveitarstjórnar Borgarbyggðar til heilbrigðisráðuneytisins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að setja það inn á dagskrá að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Númerið á þeim dagskrárlið myndi þá vera 20 og færist á þau númer sem að eftir koma í framhaldinu í nýrri röð. En ég bið þá sveitarstjóra, venju samkvæmt, að fara hér yfir skýrslu sveitarstjóra sem er fyrsti dagskrárliður. Gjörðu svo vel, Stefán Broddi. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir íbúar. Það er nokkuð síðan ég fekk tækifæri til þess að flytja skýrslu á þessum vettvangi. En hérna, þetta er gaman og gott að fá tækifæri til þess að fá að ávarpa íbúa og sömuleiðis sveitarstjórn. En mig langar að byrja á því máli sem að hefur hvílt á hérna, þessari þjóð undanfarnar vikur og reyndar lengur, en ungmenni hafa auðvitað verið landsmönnum efst í huga síðustu vikurnar í framhald af þeim harmleik sem átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur á menningarnótt. Því miður er ekki svo að sá atburður hafa átt sér stað í einhver einangrun. Staðreyndin er sú að börn hafa ítrekað fyrir bæði gerendur og þolendur í skelfilegum ofbeldisglæpum. Samfélagið verður að segja nú komið, þessi skelfilegi atburður verður að vera dropinn sem fyllir mælinn. Svarið er eins og alltaf kærleikurinn, þar verðum við bæði að horfa í eigin barm og spyrja okkur hvernig getum við gefið á okkur kærleika og hvernig getum við spunnið okkar félagslega net þannig að við vinnum á vanlíðan ungmenna og að sú vanlíðan brjótist ekki út í ofbeldi. Í samstarfi við lögreglu, grunnskóla, menntaskóla Borgarfjarðar og UMSB var sent bréf til allra foreldra barna í grunnskóla þar sem farið var yfir sveitarfélagsins, þar sem farið var yfir alvöru málsins og hvernig þá við getum stutt börn í Borgarbyggð. Barnavernd og samfélagslögregla hafa verið að fara með fræðslu inn í 7., 8. og 9. bekk og eru búin að fara í Borgarnesi og framundan eru alveg sambærilega fræðslu heimsóknir í bekki grunnskóla Borgarfjarðar. Þá er búið að teikna upp verkferil sem búið að senda á þær stofnanir sem vinna í sveitarfélaginu sem er að vinna með börn það hvernig bregðast skuli við ef það vaknar grunur að barn beri vopn. Skólarnir eru byrjaðir. Samtals er nemendafjöldi í öllum skólum sveitarfélagsins 750 og starfsfólk svona eitthvað í kringum 220 við kennslu, við stöðningsstörf, mötuneyti, frístund og margt fleira. Samstæð eru upp undir 1000 einstaklingar sem eru að mæta til starfa þessar mundir hjá þessum stofnunum sveitarfélagsins. Umgjörð og aðbúnaður skólastarfs er viðamesta verkefni sveitarfélagsins og sveitarfélag almennt. Það eru dálítið breytingar og það er unnið að breytingum, bæði í framkvæmdum og þjónustu, mannabreytingar, og auðvitað framkvæmdir og þjónustubreytingar og ýmist skonar breytingar sem að börnin og auðvitað foreldrar og starfsfólk bregst við í síkviku umhverfi. En svona ákveðnar þjónustbreytingar sem að vert er að minnast á, það eru þá gjaldfrelsi og skólamáltíðir eru
komnar til framkvæmda og búið að innleiða frístundastyrk fyrir öll börn og þá frá 0 til 6 ára sömuleiðis og og þar hefur sveitarfélagið verið svona eitt fárra sveitarfélag sem hefur gengið svo langt. Nú hvoru tveggja aukinn kostnað fyrir sveitarfélagið vonandi til þess að auka lífsgæði barna og barnafólks í sveitarfélaginu og vonandi þá líka bara fjölga gæðastundum barna og fjölskyldna. Nú það mikið framkvæmda tímabil hafið hjá Borgarbyggð. Það hefur svo sannlega áhrif á skólana og það endurbygging í gangi á húsnæði grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Nú gengur nokkurn veginn í samræmi áætlun og að klárast fyrir skólasetningu á næsta ári. Það búið að hreinsa út úr miðrými grunnskólans í Borgarnesi. Þar leggjum við ríka áherslu á að framkvæmdin klárist fyrir febrúarlok og unnið að framkvæmdin við skólan á Varmalandi þangað sem leikskólinn Hraunborg flytur. Þá undirbúningsvinna fyrir stækkun leikskólans Klettaborgar og í góðum farvegi. Ég nefni bara svona stærstu framkvæmdir sem liggja út af þar sérstaklega skólanum. Nú annars þegar kemur að framkvæmdum almennt séð þá flutti ég skýrslu fyrir byggðarráð í liðinni viku stöðu framkvæmda á vegum Borgarbyggðar. Upp úr henni samantekt á heimasíðu sveitarfélagsins sem ég held að sé ágætis yfirferð stöðuna og framhaldið. Það einfaldlega mjög mikið í gangi í sveitarfélaginu og hjá sveitarfélaginu. Ég held að sé mjög ágætis farvegi þó að einstaka verkefni hafi dregist og svona ýmsum af ólíkum ástæðum. Í hina röndina hefur það þau áhrif einnig að sveitarfélagið hefur það sem af ári ekki þurft að ráðast í lántökur, heldur náð að fjármagna það sem að gert hefur verið með handbæru fé. Nú við munum birta uppgjör sveitarfélagsins fyrir fyrri ársafhelming síðar í þessum mánuði og nú vinna við fjárhagsáætlun 2025 að komast á fullt skrið. Samhliða stendur við vinna við þjónustustefnu Borgarbyggðar. Það alveg ljóst að það verður mikið íbúafundi og opin hús fyrir íbúa á haustmánuðum þannig að það sem að ræða upplýsinga og samráðsfundi þjónustustefnuna sem verða haldnir víða sveitarfélagið, kynning á aðalskipulagstillögu framundan sem og kynning á fjárhags- og framkvæmdaáætlun. Þannig að snertifletir íbúa við sveitarstjórnarfólk og við stjórnendur sveitarfélagsins eru verða svona fjölmargir svona skipulagðir snertifletir nú á haustmánuðum þó að snertifletirnir séu þetta alltaf hvort sem það í heita pottunum eða í skrifstofum sveitarfélagsins eða hvar það nú Nú, mér langaði að nefna því ég hef ekki verið hér síðan reyndar það var bara í upphæðsumar sem stóð ég síðast, þannig að ég vil þakka íbúum sveitarfélagsins fyrir að vera góðu gestgjafar á unglingalandsmótinu sem fór fram í Vestlunarmannahelgina og þakka MSB, MFI og fleiri fyrir að hafa gott samstarf. En svona, það sem mér efst í huga eftir svona viðburði auðvitað hversu ofboðslega öflugan hóp sjálfboðaliða í raun og veru sveitarfélag hefur yfir að ráða og íbúar hér, hversu margir slíkir eru hér í sveitarfélaginu, hvað margt öflugt fólk tilbúið að leggjast á árarnar og láta verkefni ganga vel í sjálfboðastarfi. Aðeins fyrir þau verkefni ein að láta gott að svinn leiða fyrir unga fólkið og samfélagi hér í Borgarfirði. Þetta ofboðslega dýrmætt fólk sjálfboðaliðarnir okkar. Og þetta eitt af því sem að mér fannst gaman að nefna þegar við hittum, þegar forsetahjónin heiðru okkur með nærveru sinni og komum við í raun og setningu mótsins, eða landsmótsins, unglingalandsmótsins, þegar að strax kvöldi eftir einsetningu þeirra í embætti. Og þá skvartaði Borgarnesinu fegursta og unga fólki var til fyrirmyndar. Leiðirindar hugana bæjarhátíðum sumarsins sem voru afskaplega vel heppnaðar, mjög veglegar. Sveitarfélagið lagði auki fjármagn til stuðningshátíðum fyrir þetta sumar sem ég sýnist að skila sér í enn glæsilegri dagskrá og enn stærri og veglegri hátíðum heldur verið hefur þar og undan. En auðvitað það samt sjálfboðaliðarnir og fólki sem brennir fyrir menningu og mannlífi sem á fyrst og fremst heiðurinn. Bara svona rétt í lokin, ég veit ég geti stiklað á mjög mörg góður og margt sem við erum að fást við, en bara aðeins að nefna að það var svolítið gaman daginn, ég tók þátt í hátíðahöldum og málþingi til að fagna 50 ára opnun hringvegarins þegar Skeiðarárbrúin var opnuð. Gaman að fá að kynna sig þar sem fulltrúar Borgarfjarðarbrúar sem eftir að Skeiðarárbrú var aflögð lengsta brú landsins en Skeiðarárbrú stendur nú enn, þannig að það kannski deilumál hver lengsta brú landsins stendur. En ég hugsaði bara til þess í mínu lífi að þessar tvær brýr, yfir Skeiðará og Borgarfjörður eru miklu örlagavaldar. Tengdafaðir minn var unglingspiltur úr Reykjavík í brúarsmíði sem tók saman við heimasætuna að Hofi í Öræfum þegar að vinna við Skeiðarárbrú stóð yfir. Þegar Ástur báru síðan ávöxt árið síðar þegar eiginkona mín kom í heiminn.
Brýr eru þannig að þær brúa landlæga farartálma og brúm eiga margir einstaklingar. Ég þarf meðal lífshamingju sína að þakka. Nú í okkar sveitarfélagi þá Borgarfjarðarbrú komin á 50-aldurinn og gamla Hvítárbrúin sem má ég kalla hana drottningu íslenska brúa. Það ekki ágætt? Hún á tíræðisaldri. Þannig að miklir örlagavaldar hvor um sig og við fögnum því og hlökkum til að fá að fagna stórafmælum beggja þessara brúa en við skulum bara byggja brýr yfir firði, læki og fljót en þó fyrst og fremst þetta bara milli fólks. En lengra vil ekki hafa það sinni og hlakka til þess að fá að taka þátt í góðum fundi með ykkur í dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Stefán Broddi, góða yfirferð. Jú, ég alveg sammála að við getum kallað þetta drottningu brúana. En þá erum við komin að dagskrárlið nr. 2 sem ber heiti tillaga breytingu á fundatíma sveitarstjórnar með málsnúmerið 2003172 og það lagt til að næsti fundur sveitarstjórnar fari fram miðvikudagann 9. október næstkomandi klukkan 1600 en fjármálaráðstefna sveitarfélaga fer fram dagana 10. og 11. október þannig að það kemur þá á fimmtudegi sem að hafa verið þessir hefðbundnu fundadagar sveitarstjórnar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Ákveðið að næsti fundur sveitarstjórnar fer fram miðvikudaginn 9. október næstkomandi klukkan 1600 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja dagskrárlið sem ber heiti Borgarbraut 55, beiðni samþykki vegna sölu með málsnúmerið 240836 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 679. Lögð fram beiðni samþykki Borgarbyggðar sem afsalshafa vegna sölu á Borgarbraut 55 Borgarnesi. Fyrir liggur samþykkt kauptilboð fasteignina Borgarbraut 55, fasteignanúmer 211 1069. Þar sem SG Eignir EHF kennitala 681102 2720 kaupandi og AXL 05 EHF seljandi. AXL 05 EHF kennitala 5205 21 1430 keypti fasteignana Borgarbraut 55, fasteignanúmer 211 1069 með kaupsamningi dagsettan 8. desember 2021 af Borgarbyggð. Samkvæmt kaupsamningi gerði seljandi kröfu að uppbygging á lóðinni væri í samræmi við reglur sveitarfélagsins úthlutun lóða og framkvæmdafrestur eins og lýst var nánar í kaupsamningi. Að gefið skuli út afsal þegar byggingarstig 2 náð. Óskar seljandi eftir heimild Borgarbyggðar til að samþykkja fyrirhuguð kaup og að veittur verði rýmri frestur til þess að ljúka uppbygging á lóðinni. Hjálagt yfirleitt yfir uppfærðar framkvæmdafresti. Meðfylgjandi jákvæð umsögn byggingafulltrúa Borgarbyggðar. Borgarbyggð samþykki fyrir sitt leyti fyrirhuguð kaup og að veittur verði rýmri fresti til uppbyggingar á lóðinni samkvæmt nýrri tímalínu. Samþykki sveitarfélagsins með fyrirvara að fasteignagjöld séu að fullu greidd. Málinu vísað til sveitarstjórnar til fullnaðar afgreiðslu og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir fyrirhuguð kaup og að veittir verði rýmri frestir til uppbyggingar á lóðinni samkvæmt nýrri tímalínu. Samþykki sveitarfélagsins með þeim fyrirvara að fasteignagjöld séu að fullu greidd og ég bið þá fulltrúa sem samþykja framkvæmda bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fjórða dagskrárlið sem ber heiti reglur birtingu gagna með fundagerðum með málsnúmerið 2408054 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 679. Þar segir í bókun uppfærðar reglur vegna birtinga gagna með fundagerðum lagðar fram. Þórunn Unnur Birgisdóttir verkefnastjóri á fjármála- og stjórnsýslusviði kemur til fundar undir þessu lið. Byggðarráð samþykki framlaga reglur birtingu gagna með fundagerðum og vísa til afgreiðslu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlaga reglur birtingu gagna með fundagerðum með áorðnu breytingum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Fimmti dagskrárlið ber heitir endurbætur á miðhólmi grunnskólans í Borgarnesi með málsnúmeru 2310 255 og það afgreiðsla frá fundi
Byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 679. Framlögð opnunarskýrsla vegna þátttöku í útboði verklegar framkvæmdir í grunnskólanum í Borgarnesi. Guðný Elíasdóttir sviðsstjóri og Guðni Rafn Ásgeirsson umsjónarmaður fasteigna sátu fundinn undir þessum lið. Opnunarskýrsla framlögð og sveitarstjóra falið að ganga til samninga við lagsbjóðanda. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun varðandi þennan dagskrárlið að þá leggur forseti til eftirfarandi bókun og til þess að mæta öllum kröfum sem eru gerðar í útboðinu að samþykkja að vísa málinu aftur til byggðarráðs. Og ég bauð þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið sem ber heiti Grenihlíð 3 Varmalandi, stækkun lóðar, fyrirspurn með málsnúmeri 2302-057 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 680. Landeigandi Grenihlíðar 3, landsnúmeri 134952, óskar eftir því við Borgarbyggð að kaupa 1364 fermetra úr landi sveitarfélagsins í Varmalandi sem í samræmi með meðfylgjandi lóðablað. Þann 10. maí síðastliðinn var málið tekið fyrir á byggðarráði og samþykkt að ganga til samninga við landeiganda sölu á samtals 700 fermetrum. Lóðablaðið sem fylgdi þeirri afgreiðslu sýndi sömu stærð afmarkaða og nú tiltekin vegna lægri tala í texta en óskað var eftir. Beiðni því aftur lögð fyrir. Byggðarráð samþykkir að ganga til samninga við landeiganda Grenihlíðar 3 sölu á 1364 fermetrum úr landi Borgarbyggðar og stækka lóðina upp í 2139 fermetra eins og fram kemur í framlögðu lóðablaði. Lóðin verður áfram nýtt sem íbúðarhúsalóð. Lóðin verður áfram nýtt sem íbúðarhúsalóð og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að gengið verði til samninga við landeiganda Grenihlíðar 3 sölu á 1364 fermetrum úr landi Borgarbyggðar og stækka lóðina upp í 2139 fermetra eins og fram kemur í framlögðu lóðablaði og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið sem ber heiti Vinnuhópur eigendastefnu, sameignarsamning og lög orkuveituna með málsnúmeri 2409-001 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs nr. 681. Framhaldseigendafundur Orkuveitu Reykjavíkur samþykkti á fundi sínu 14. júní síðastliðinn svohljóðandi tillögu. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur skorar á eigendur að skipa vinnuhóp til að endurskoða eigendastefnu, sameignarsamning og eftir atvikum lög Orkuveitu Reykjavíkur til dæmis varðandi félagsform. Stofnsamþykktir samkvæmt fyrirliggjandi drögum verði afgreiddar að þeirri vinnu lokinni. Byggðarráð Borgarbyggðar leggur til að Davíð Sigurðsson og Stefán Broddi Guðjónsson verði skipaðir fyrir hönd Borgarbyggðar í vinnuhóp til að endurskoða eigendastefnu, sameignarsamning og eftir atvikum lög Orkuveitu Reykjavíkur í samræmi við afgreiðslu framhaldsaðalsfund Orkuveitunnar dagsettan 14. júní 2024. Byggðarráð telur mikilvægt að í þeirri vinnu verði horft til þess að tryggja góða stjórnarhætti, til dæmis með minnihlutavernd í huga og armslengd stjórnar Orkuveitunnar og dótturfélaga frá stærsta eigandanum. Vísa til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þau liggja fyrir eftirfarandi drög að bókun. Sveitarstjórn skipa Davíð Sigurðsson og Stefán Broddi Guðjónsson fyrir hönd sveitarfélagsins í vinnuhóp til að endurskoða eigendastefnu, sameignarsamning og eftir atvikum lög Orkuveitu Reykjavíkur í samræmi við afgreiðslu framhaldsaðalfundar Orkuveitunnar dagsetta 14. júní 2024 og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 8. dagskrárliður ber heitið útboð á akstursþjónustu með málsnúmeri 2401 273 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 681. Vinna við útboð á akstursþjónustu fyrir fatlaða og aldraða langt komin á 151. fundi velferðarnefndar kynnti Birgir Örn Birgisson lögfræðingur hjá Consensa í hverju útboðið falið
en hann hefur jafnframt gert samantekt á útboðinu, undirbúið drög að útboðsskjali og útboðsgögnum. Auk þess að hafa sett saman drög að akstursáætlun sem var meðfylgjandi. Bókun velferðarnefndar var eftirfarandi. Velferðarnefnd þakkar Birgi fyrir góða kynningu og þá vinnu sem hann hefur tekið að sér og velferðarnefnd samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti að farið verði útboð á akstursþjónustu á grunni fyrirliggjandi gagna. Nefndin vísar málinu til afgreiðslu til byggðarráðs. Byggðarráð samþykkti afgreiðslu velferðarnefndar að farið fram útboð á grundvelli fyrirliggjandi gagna og vísaði til staðfestingar í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun byggðarráðs að farið skuli fram útboð á akstursþjónustu á grundvelli fyrirliggjandi gagna og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárliði hér í dag sem ber heiti Fjölnota íþróttahús, knatthús með málsnúmeru 23.03.105 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs borgarbyggðar nr. 681 og það framlögð niðurstaða forvals fyrir alútboð á Fjölnota íþróttahúsi í Borgarnesi. Byggðarráð staðfestir að eftirfarandi umsækjendur verði valdir til þátttöku í lokuðu alútboði vegna bygginga Fjölnota íþróttahús, knatthús, Alverk ehf, Eikt ehf, Sigurðsson ehf, Ístak hf og Sjammi ehf. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun byggðarráðs að eftirfarandi umsækjendur verði valdir til þátttöku í lokuðu alútboði vegna bygginga á Fjölnota íþróttahúsi, knatthúsi, Alverk ehf, Eikt ehf, Sigurðsson ehf, Ístak hf og Sjammi ehf. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið í dag sem ber heiti umsóknir í styrkveiðasjóði 2024 með málsnúmeru 24.03.228 og það afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 65 sem farið verið yfir umsóknir og lögð fram tillaga útdeilingu styrks. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd ákveður að eftirfarandi vegir fái styrk samtals að upphæð 4,7 milljónir króna, vegur að Syðri Rauðamel, vegurinn frá Örnólfsdal og fram á Hvítsýðingaafrétt að afréttargirðingu, vegur að Oddstaðarétt, vegur inn Grenjadal, Mjóadal, vegur fyrir innan Torfhvalastaði, Langavatn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir tillögu að útdeilingu á styrk til eftirfarandi vega samtals að 4,7 milljónir, vegur að Syðri Rauðamel, vegurinn frá Örnólfsdal og fram á Hvítsýðingaafrétt að afréttargirðingu, vegur að Oddstaðarétt, vegur inn Grenjadal, Mjóadal og vegur fyrir innan Torfhvalastaði, Langavatn. Og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 11. dagskrárlið sem ber heiti Álagning fjallskila 2024 með málsnúmeru 24.08.032 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar rauðskilsréttar nr. 29, hækkun á dagsverki 2.000 krónur, hækkun á fjárgjöldum 100 krónur, hækkun á fæði 1.000 krónur. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila vegna rauðskilsréttar sem hér segir hækkun á dagsverki 2.000 krónur, hækkun á fjárgjöldum 100 krónur, hækkun á fæðu 1.000 krónur. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkir framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem ber heiti Fjallskil 2024 og það eru nokkrir fjallskila dagskrárliðir hér framundan. En þessi liður með málsnúmeru 24.08.144 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Þveráréttar nr. 72. Heildarfjöldi fjár til fjallskila 6.449 og kostnaður per kind 650 krónur. Upplýsingar fjárfjölda eru samkvæmt haustskýrslu. Heildarkostnaður vegna fjallskila 4.191.850 krónur. Fjallskilum jafna niður og þau yfirfarin.
Þau samþykkt og verða send til borgarbyggðar til fjölritunar og dreifingar. Farið verður í eftirleitir eftir því sem þarf eins og venja er. Sunnudaginn 29. september verður skilarétt kl. 1600. Þennan dag eiga allir jarðeigendur eða umráðamenn þeirra að vera búnir að smala sín lönd og koma fé til réttar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu ljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila vegna þeirrarétta sem hér segir. Heildarfjöldi fjár til fjallskila 6.449 og kostnaður per kind 650 krónur. Upplýsingar fjárfjölda eru samkvæmt haustskýrslu. Heildarkostnaður vegna fjallskila 4.191.850 krónur. Fjallskilin jafna niður og þau yfirfærin. Þau samþykkt og vera send til borgarbyggðar til fjölritunar og dreifingar. Farið verður í eftirleitir eftir því sem þarf eins og venja er. Sunnudaginn 29. september verður skilarétt kl. 1600. Þennan dag eiga allir jarðeigendur eða umráðamenn þeirra vera búnir að smala sín lönd og koma fé til réttar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 13. dagskrárliður ber heitið álagning fjallskila 2024 með málsnúmeru 24.08.046 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar nr. 51. Upplýsingar jarðmant fengnar úr þjóðskrá. Álagning á kind helst óbreytt í 610 krónum. Álagningarhlutfall á fasteignamat helst óbreytt í 1,25%. Álögð fjallskil samtals 3.536.264 krónur. Innheimt í peningum 1.621.564 krónur. Dagsverkmat í leitum helst óbreytt, gengið frá fjallskilaseðli með fyrirvara dagsetningar. Og ég bið þá fulltrúa, ég fyrirgefi forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn borgarbyggðar samþykkir afgreiðslu frá fundi fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar nr. 51. Upplýsingar jarðmat fengnar úr þjóðskrá. Álagning á kind helst óbreytt í 610 krónum. Álagningarhlutfall á fasteignamat helst óbreytt í 1,25%. Álögð fjallskil samtals 3.536.264 krónur. Innheimt í peningum 1.621.564 krónur. Dagsverkmat í leitum helst óbreytt, gengi frá fjallskilaseðli með fyrirvara dagsetningar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. dagskrárlið sem ber heitið fjallskil 2024 með málsnúmeru 24.08.192 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Kaldarbakka og Mýrdalsréttar nr. 32. Jafna var niður fjallskilum. Dagsverkinu eru 71 og 75 kindur í dagsverkinu. Fjallskilagjald per kind er krónur 268. Heildarfjöldi kinda er 5.315. Ákveðið var að dagsverkið væri metið á krónur 20.000. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Kristján Magnússon. Nei. Er eitthvað, forseti spyr, er eitthvað í þessum texta sem ekki rétt? Nei. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila vegna Kaldarbakka og Mýrdalsréttar sem hér segir. Jafna verður niður í fjallskilum. Dagsverkin eru 71 og 75 kindur í dagsverkinu. Fjallskilagjald per kind er krónur 268 krónur og heildarfjöldi kinda er 5.315. Ákveðið var að dagsverkið væri metið á krónur 20.000. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem ber jafnframt heitið fjallskil 2024 með málsnúmeru 24.09.015 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Grímsstaðaréttar nr. 38. Lagt var á 1.211 vetrarfóðraða kindur sem fækkun 22 kindur milli ára. Hver kind metin að 850 krónur. Dagsverki er 10.000. Kostnaður vegna matar 10.000. Fjallskilum jafna niður og þau yfirfærin þau samþykkt og sendi borgarbyggðar til fjölritunar og dreifingar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs.
og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila vegna Grímsstaðaréttar sem hér segir. Lagt var á 1211 vetrarfóðraðar kindur sem fækkun 22 kindur milli ára. Hver kind metin 850 krónur, dagsverkið 10.000, kostnaður vegna matar 10.000, fjallskilin jafna niður þau yfirfarin og samþykkt og sendi borgarbyggðardeild fjárritunar og dreifingar. Og ég bauð þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 16. dagskrárliður ber jafnframt heitið fjallskil 2024 með málsnúmeri 2408-187 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Brekku og Svignaskarðsréttar. Lagt var á 1305 vetrarfóðraðar kindur samkvæmt hausttölum. Dagsverkið metið á 15.000, kostnaður per kind 850 krónur, kostnaður vegna matar krónur 12.000, fjallskilin jafna niður og þau yfirfarin. Þau samþykkt og sendi borgarbyggðardeild fjölritunar og dreifingar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila vegna Brekku og Svignaskarðsréttar sem hér segir. Lagt var á 1305 vetrarfóðraðar kindur samkvæmt hausttölum. Dagsverkið metið á krónur 15.000, kostnaður per kind 850 krónur, kostnaður vegna matar 12.000 krónur, fjallskilin jafna niður og þau yfirfærin. Þau samþykkt og sendi borgarbyggðardeild fjölritunar og dreifingar og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 17. dagskrárlið sem ber jafnframt heitið fjallskil 2024 með málsnúmeri 2408-147 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Hítardalsréttar nr. 38. Álagning fjallskila á fjáreigendur sem eru 11. Tala sauðfjár til fjallskila 2392 samkvæmt haustskýrslum 2023-24. Uppgefið frá borgarbyggð, fækkun 204 fjár. Fjallskilagjald á kind ákveðið 850 krónur, heildarálagning 2.033.200 krónur, dagsverkið metið á 10.000 krónur, leitarstjóri í öllum afréttarleitum verður Gísli Guðjónsson, Jakob A. Eyjólfsson, stjórnar leitum á Svarfhólsmúla, réttarstjóri í réttum verður Sigurjón Helgason. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila vegna Hítardalsréttar sem hér segir. Tala sauðfjár til fjallskila 2392 samkvæmt haustskýrslum 2023-22 uppgefið frá borgarbyggð, fækkun 204 fjár, fjallskilagjald á kind ákveðið 850 krónur, heildarálagning 2.033.200 krónur, dagsverkið metið á 10.000 krónur, leitarstjóri öllum afréttarleitum verður Gísli Guðjónsson, Jakob A. Eyjólfsson, stjórnar leitum á Svarfhólsmúla, réttarstjóri í réttum verður Sigurjón Helgason og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við nú búin með, held ég, þá dagskrárliði sem lúta að fjallskilum og þá erum við komin að 18. dagskrárliði sem ber heitið Sigmundastaðir, mælimastur á Grjóthálsi, umsókn deiliskipulag, landsnúmer 134748 og málsnúmerið 2402-195. Og forseti ætlar að byrja því að gefa Sigrúnu Ólafsdóttur fyrst orðið undir þessum dagskrárlið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Meirihluti sveitarstjórnar leggur hér fram tillögu sem að hljóðar svo. Sveitarfélagið Borgarbyggð hefur í þessu máli lagt ríka áherslu á vandaða stjórnsýslu. Ferill málsins ber þess vitni. Í samræmi við það ákvað skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar á fundi sínum þann 7. september síðastliðinn að nýta heimild í samþykktum og vísa ákvörðun sinni í málinu til sveitarstjórnar. Undir málinu liggur fjöldi umsagna og athugasemda og magn annarra gagna sem mikilvægt að halda áfram að vinna úr. Þá hefur hópur íbúa í sveitarfélaginu fundað með fulltrúum í sveitarstjórn og komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Fulltrúar meirihluta í sveitarstjórn Borgarbyggðar leggja til að ákvörðunum tillögur skipulags- og byggingarnefndar verði frestað fram að næsta fundi sveitarstjórnar Borgarbyggðar til þess að gefa sveitarstjórnarfulltrúum svigrúm til að kynna sér betur þær forsendur og gögn varða málið. Takk.
Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur, mig langar að leggja fram bókun til atkvæðagreiðslu fyrir hönd VG og Sjálfstæðisflokksins í Borgarbyggð. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og VG leggja til að ákvörðun framlagt deiliskipulag, mælimastur á Grjóthálsi, verði frestað fram yfir staðfestingu nýs aðalskipulags Borgarbyggðar. Í greinargerð framkvæmdaraðila kemur fram að mælimastrið sé hluti af undirbúning við reisingu vindorkuvers á Grjóthálsi. Núgildandi aðalskipulag Borgarbyggðar heimilar ekki slíkar framkvæmdir. Sveitarstjórn hefur áður samþykkt á fundi sínum þann 10. júní 2021 að leyfa ekki skipulagsbreytingar á svæðinu sem að lúta að uppbyggingu vindorkuvers á Grjóthálsi fyrir en að stefna stjórnvalda vegna vindorkunýtingar lægi fyrir og stefnumótun málaflokkinn hefði farið fram innan Borgarbyggðar með tilheyrandi íbúasamráði. Sveitarstjórn haldi sig við fyrri ákvörðun og að gera ekki skipulagsbreytingar á umræddu svæði fyrir en stefnumótun bæði Borgarbyggðar og ríkisins liggur fyrir í málaflokknum. Takk fyrir það, Thelma Harðardóttir, og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Og það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs, og þá ætlar forseti að byrja á því að bera upp tillögu Sigrúnar Ólafsdóttur fyrir hönd meirihluta að umræðu og ákvörðun mælimastur á Grjóthálsi verði frestað til næsta sveitarstjórnarfundar, og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þá bókun eða þá tillögur fyrir afsakið að gefa merki. Og einhver sem kann að vera á móti, einhver tveir á móti og einhver einn sem situr hjá. Þá sú tillaga samþykkt. Forseti, þá sú tillaga samþykkt að vísa þessum dagskrárlið frá og verður tekin aftur á dagskrá á næsta sveitarstjórnarfundi. Þá erum við komin að dagskrárlið númer, forseti ætla að fá að gera smá fundarhlé. Já, við erum ennþá í dagskrárlið númer 18, það Sigmundarstaða mælimastur, og forseti ætlar þá að bera upp til atkvæðagreiðslu tillögu sem Thelma Harðardóttir lagði fram hér á ofan, og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. Það eru 3 sem samþykkja, einhverju sem kunna vera á móti, 3 á móti og 1 sem situr hjá. Þá lokum við dagskrárlið númer 18 og erum komið þá í dagskrárlið númer 19 sem heitir aðalskipulag endurskoðun vinnslutími máls númer 23-010-75, og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 68. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða vinnslutillögu að aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025 til 2037 til auglýsingar samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123. Kannski aðeins að stoppa.
það hefur verið óskað eftir að sé gert fundarhlé.
Jæja, þá höldum við áfram fundi. Við sem sagt, erum í dagskrárlið númer 18 og vorum aðeins að fara yfir kosningar vegna þess að þeirra tveggja tillagna sem voru lagðar hér fram til fyrir sveitarstjórn og tillaga Sigrúnar Ólafsdóttir sú tillaga sem verður gengið hér og hefur verið afgreidd og samþykkt sem felur í sér að ákvörðunum tillögu skipulags- og byggingarnefndar verður frestað fram á næsta fund sveitarstjórnar til að gefa sveitarstjórnarfulltrúum svigrúm til að kynna sér betur þær forsendur og gögn sem málið varðar og niðurstaða var í sú að það voru 5 sveitarstjórnarfulltrúar sem voru með því, 1 sem sat hjá og 2 á móti. Tillaga sem Thelma Harðardóttir lagði fram sem fól í sér að fresta afgreiðslu málsins fram yfir aðalskipulag fór þannig að það voru 3 sem voru með, 3 á móti og 2 sem sátu hjá og í samræmi við samþykktur og lög þá sem sagt fellur það ef það á jöfnu og niðurstaðan því sú að tillaga Sigrúnar samþykkt og verður bókað með þeim hætti. Þá skulum við vinda okkur í dagskrárlið númer 19 sem ber heitið aðalskipulag endurskoðun vinnslutími málsnúmeru 23.01.075 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 68. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða vinnslutillögu að aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025-2037 til auglýsingar samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Endurskoðun aðalskipulags til 12 ára og nær yfir allt land innan Borgarbyggðar. Þar mörkuð stefna sveitarfélagsins landnotkun, náttúruvernd og þróun byggðar. Skipulags- og matslýsing var auglýst samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga frá 15. júní til og með 18. september 2023. Meðfylgjandi skipulagsgögn greinargerð, forsendur og umhverfismatsskýrsla, skipulagsuppdráttur fyrir dreifbýli, skipulagsuppdráttur fyrir þéttbýli í Borgarnesi, skipulagsuppdráttur fyrir þéttbýlin í Bifröst, Hvanneyri, Reykholti, flokkun vega í náttúru Íslands, flokkun landbúnaðarlands og takmarkanir vegna vindorku. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það engin sem fyrirgefur, Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir gestir, mig langar að beina spurningum mínum til meirihlutans þar sem að það ekki aðilar sem sitja í skipulags- og byggingarnefnd hér, fyrir utan Ragnhildi sem kannski getur svarað. Hvernig íbúasamræði verður háttað fyrir þessa aðalskipulagsvinnu? Ég veit að það kemur til með að vera 1 íbúafundur sem inn í þeim samningum sem voru gerðir við Eflu, en sér meirihlutinn fyrir sér að vera með fleiri íbúafundi til þess til að mynda að taka umræðuna vindorku í sveitarfélaginu? Takk fyrir það. Kristján Ágúst Magnússon hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristján. Forseti, sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Ég ætla að taka undir þessi orð Thelmu og tel mikilvægt að við förum út í sveitarfélagið og kynnum þær tillögur sem í þessu aðalskipulagi. Tala nú ekki núna þegar margt að breytast í okkar samfélagi. Hefðbundinn landbúnaður, hann svona dragast saman, umræðan vindmyllur og svo framvegis. Þannig að skógrækt og ýmislegt annað. Þannig að ég sé mjög mikilvægt að við höldum ekki einn stóran fund og málefnin svona týnist í stærðinni, heldur að við förum út í dreifðar byggðir líka og tökum þetta spjall. Og ég hvet meirihlutann til þess að taka þá stefnu. Takk. Takk fyrir það, Kristján. Stefán Broddi Guðjónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, mér að grípa í orðið og aðeins að
bara taka til okkar hér við störfum hjá sveitarfélagi, til okkar sem störfum hjá sveitarfélaginu og þá stýrum máli hér. Ég bara tek þetta til, við tökum þetta til okkar. Við höfum, þetta er umræða sem einmitt mjög lifandi hjá okkur, hvernig við getum sem með þessum bestum hætti kynnt aðalskipulagstillöguna. Það ýmsar hugmyndir ræddar, það eru opnir fundir, það eru opið hús hér til dæmis, eða opin hús, til dæmis hér í þessum sal, eða víðar í sveitarfélaginu. Það sem eða með opnum fundum, séu auðvitað að taka á móti umsögnum og bregðast við þeim og svo framvegis. Þannig að þetta er bara mjög lifandi og ég tek undir þessa hvatningu sem kemur fram hjá sveitarstjórnarfulltrúum það að íbúar láti sig máli varða og verði virk í þessu ferli sem nú er framundan. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Orðið er ennþá laust undir þessu dagskrárlið. Eðvar Ólafur Traustason, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, ágæta sveitarstjórn og áheyrendur. Það sem ég sit nú í þeim hóp sem fer yfir aðalskipulagið, þá eins og Stefánsson sem kom fram hérna áðan að þetta hefur náttúrulega verið opið fyrir umsagnir. Oft á tíðum það kannski eitthvað sem fellur á milli skips á bryggjunni og veit ég ekki hvernig það en ég held að þetta sé mjög góður punktur bara inn í þá umræðu hvernig við ætlum að kynna þetta. Þetta er það módel sem við fengum í hendurnar frá Eflu, þeir sem að hjálpa okkur við vinnslu skipulagsins. En ég held að allar góðar hugmyndir að ræða og þetta er bara það stórt mál að ég sé allavega ekki tíð til fyrirstöðu að það verði haldin fleiri en 1 fundir. En að sjálfsögðu þurfum við bara að ræða það í stærri hóp og inn í þeim hópi en við bara sjálfsögðu punktum þetta niður og tökum þetta inn á fund nefndarinnar næst og bara vil þakka fyrir þessa ábendingu. Takk fyrir það. Eðvar, Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara taka undir þessa hvatningu. Hún er virkilega þörf og góð og ég hef setið í þessum hópi líka eins og Eðvarð og fleiri hér inni. Og ég held að sé líka ofsalega þarft bara fyrir okkur öll og koma því í orðræðun að þetta er ofsalega nauðsynlegt að fylgjast með þessu. Þetta verður lagt fram til kynningar, verður í ákveðin tíma þar og bara að gera að bara landeigendur og aðrir bara íbúar sveitarfélagsins kynni sér þetta mjög vel. Mig langar líka að taka undir þetta hjá Kristjáni varðandi landeigendur, landbúnað og annað slíkt sem eiga kannski mikið í sínum atvinnurekstri undir því hvernig nýting er og það eru svona ýmsar blikur á lofti hvað varðar þau málefni, þannig að ég vil bara hvetja til þess að sveitarfélagi kynni þetta vel. Já, það verður jafnvel haldnir einhverju fleiri fundir, við viðrum það örugglega inn í hópnum og að þetta verði svona ekki að fara fram hjá neinum. Þetta skiptir okkur öll svo geysilega miklu máli. Ég vil bara þakka fyrir ábendinguna og hvetja til þess að svo verði. Takk. Já, takk fyrir og við tökum held í öll undir þá. Ég held að það sé hægt að skoða þessa kafla svona nokkuð vel og skýrt og að fólk geti farið inn á þá kafla sem svona hefur áhuga á að skoða sérstaklega. En ef það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið, þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa framlagða vinnslutillögu Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025 til 2037 til auglýsingar samkvæmt 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Íbúafundur verður haldinn á kynningatíma og verður auglýstur síðar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Já, við skulum segja íbúafundir, ef ekki bara breyta því, íbúafundir verða haldnir á kynningatíma og verða auglýstir síðar. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og ég bið fundaritara að breyta þessu orðalagi. Þá erum við komin að 20. máli hér á dagskránni í dag. Sem augnablik.
Það með málsnúmerið erindi til heilbrigðisráðuneytisins húsnæði og aðbúnað á HVE Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Heilsugæslunni í Borgarnesi með málsnúmerið 2409-078 og það lagt fram erindi frá sveitarstjórn Borgarbyggðar til heilbrigðisráðuneytisins húsnæði og aðbúnað á starfsstöð HVE í Borgarnesi og þetta erindi lýtur eins og kemur fram að hvatningu til þess að fara í endurbætur og uppbyggingu á húsnæði heilsugæslunnar hér í Borgarnesi sem gríðarlega mikilvæg starfsstöð, lykil innviðum hér í sveitarfélaginu og mikilvægt að aðbúnaður og starfsaðstæður séu góðar til þess að tryggja mönnun sem hefur verið áskorun hér eins og annars staðar á landinu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að leggja fram erindi frá sveitarstjórn Borgarbyggðar til heilbrigðisráðuneytis aðbúnað á starfsstöð HVE í Borgarnesi og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við búin að afgreiða þann fasa sem lýtur að samþykktum dagskrárliðum til samþykktar og erum komin að fundagerðum og það fyrst fundagerð Byggðar- og Borgarbyggðar frá fundi nr. 674 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá það dagskrárliður nr. 21 sem fundagerð Byggðarráðs frá fundi nr. Fyrirgefið. Það dagskrárliður sem ég var nr. 21 og ég þá komin að dagskrárlið nr. 22. Takk fyrir það. Tæknimaður, athugull. Dagskrárlið 22 fundagerð Byggðarráðs frá fundi nr. 675 og forseti gefur orðið laust þá fundagerð. Það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Dagskrárliður 23 fundagerð frá fundi Byggðarráðs og nr. 676 og forseti gefur orðið laust þá fundagerð og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Dagskrárliður nr. 24 fundagerð frá fundi Byggðarráðs nr. 679 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Dagskrárliður nr. 25 fundagerð Byggðarráðs á fundi nr. 680. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Dagskrárliður nr. 26 fundagerð Byggðarráðs og fundagerð frá fundi nr. 681. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það enginn sem kveður þessu hljóðs og það telst svo fundagerð framlögð. Ástæðan fyrir því að við erum að leggja fram hér svo margar fundagerðir Byggðarráðs sú að sveitarstjórn var í sumarfríi tíma í sumar og þá var Byggðarráð með fullnustuafgreiðslu heimild og var í rauninni ekki í samskonar fríi. En þá erum við komin að dagskrárliður nr. 26 sem fundagerð skipulags- og 27 fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 68 og forseti gefur orðið laust þá fundagerð. Ég tek fram að hvorki formaður né varaformaður skipulagsnefndarinnar hér í dag þannig að fundagerðin hér til umræðu. Það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 28 sem fundagerð frá fundi velferðarnefndar Borgarbyggðar nr. 150 og forseti ætlar að biðja Bjarnadóttur að fara yfir fundagerði velferðarnefndar dagskrárlið nr. 28 og 29 frá fundi nr. 150 og 151. Gjörðu svo vel, Bjarni.
Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég ætla að fara yfir fundargerð velferðarnefndar. Fundur velferðarnefndar númer 150. Fyrir utan trúnabók þá var 1 mál á dagskrá á þeim fundi og varðar aðgengismál fatlaðra barna að skólalóðum og leikvöllum. Svo var rætt á aðgengismál mannréttindamál og var rætt að skerpt væri á því öllum útboðum og verkferlum að skólalóðir og leikvellir séu aðgengileg fyrir öll börn. Og það bara mikill samhugur og eining það. Fundur velferðarnefndar númer 151. Á þeim fundi var kannski fyrst og fremst farið yfir vinnu við útboð og akstursþjónustu fyrir fatlaða og aldraða sem langt komin og var staðfest hér fyrir í dag á sveitarstjórnarfundi. En það hefur verið í umræðinni í töluverðan tíma þar sem að notkun á þjónustunni hefur aukist töluvert á síðustu árum og það er mikilvægt að taka mið af því og bregðast við upp á að hægt sé að þjónusta þessa hópa almennilega. Á þeim fundi var einnig kynning á breytingu sem verða kjarasamningur starfsmanna innan raða ASÍ og BSRB og mun taka gildi 1. nóvember næstkomandi og hvaða áhrif þessar breytingar munu hafa á starfsemi stofnana í Borgarbyggð vegna breytinga á vinnutímum. Og það var ekki fleira gert á þeim fundi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bjarni, og forseti gefur þá orðið laust fundargerð velferðarnefndar frá fundi númer 150 og 151. Telma Harðardóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti, mig langar að spyrja og tjá mig dagskrárliðinn varðar aðgengismál fyrir fötluð börn og fatlaða einstaklinga í sveitarfélaginu okkar. Nú tók fræðslunefnd, velferðarnefnd og skipulags- og byggingarnefnd fyrir þennan dagskrárlið hjá sér og allar nefndir taka vel í dagskrárliðinn en það leggur enginn fram aðgerðir sem að mér sárnar svolítið þar sem að aðgengi fyrir fatlaða aðgengi fyrir öll. Og mig langar því að spyrja, hefur Framsókn ekki áhuga á því að leggja í þá vinnu að kortleggja aðgengi fatlaðra í sveitarfélaginu okkar til að mynda við skólabyggingar og íþróttamannvirki? Sér Framsóknarflokkurinn ekki gagn í slíkri vinnu að eiga slíkt plagg þannig að þegar við leggjum á stað með skóflu í þessi mannvirki, hvort það eru skólalóðir eða aðgengi inn í íþróttahús eða slíkt, að svona greining liggi fyrir og jafnvel leggja á stað í frumkvæðisverkefni hvað þetta varðar. Mig langar að benda á það að þó að það sé örugglega til inn í flestum hönnunargögnum og það sé litið til þess í dag þegar það er verið að byggja nýbyggingar að þá er hugsað aðgengi fyrir öll. En það er nú samt þannig að mönnum ferst þetta oft og sem dæmi að þá bara gleymdist greinilega í hönnunargögnum fyrir nýja skólan okkar á Kleppjárnsreykjum að gera ráð fyrir sjálfvirkri hurð sem dæmi sem að þurfti bara að bregðast við og eykur við kostnað. Þannig að það er ekkert gefið í þessu og það er allt í lagi að vera vakandi yfir þessu og þar af leiðandi held ég að plagg sem að tekur það fram hvað má bæta væri mjög gagnsamt og maður langar að heyra hvort að Framsókn sér fyrir sér að leggja í slíka vinnu. Takk fyrir það, Telma. Ég kannski bara svaraði stuttlega, ég bara tek undir það sem átt að segja og það var gerð úttekt fyrir, ég man nú ekki hvort það var á síðasta kjörtímabili, var einmitt gerð úttekt á því sem þú ert að nefna hér en ég held að sé bara nauðsynlegt að uppfæra hana og við höfum bent á sérstaklega það sem lítur að sviði sem lítur að skipulagsmálum hér að það sé kveðið á þetta þegar þeir farið að stað í hönnun og ég segi bara fyrir okkur og alla og bara hvort sem það hér í Borgarbyggð eða annars staðar á landinu að það er bara einhvern veginn á ábyrgð okkar allra sem sitjum hvort sem það er í byggingarnefndum eða öðrum nefndum að gleyma ekki að ávarpa þetta. Það er sorglega oft sem að þetta gleymist og bara dapurlegt þegar það gerist í nýbyggingum hjá okkur eða nýhönnuðum svæðum af því að maður kannski líka einhvern veginn þá bara treystir maður því að í dag þegar maður fær til sín fagalega hönnunarstofur eða annað til þess að hanna fyrir sig að þetta sé bara hluti einhvern veginn af svona, ef ég má sletta á prótókollinu og reglugerðunum hönnun að taka tillit til
og ég held að það væri hreinlega bara þannig að það væri bara lög og reglur sem gerður ráð fyrir því að það væri hreinlega ekki hægt að gera almennilega úttekt nema að það væri aðgengi fyrir fatlaða. Þannig að manni finnst þetta að vera bara svo sjálfsögð mannréttindi í dag að það þurfi ekkert sérstaklega einhvern veginn að vera að ganga eftir. En ég held að við getum alveg öll tekið undir það hvort sem það eru við í Framsókn eða aðrir. Ég held að bara þessi þvert á flokka sé alveg áhugi fyrir og vilji til þess að við séum að gera vel í þessu allstaðar í sveitarfélaginu. Og það sé bara, eins og segi, ég held að það steiti ekki á neinni pólitík þegar kemur að mannréttindum eins og þessum. En orðið er ennþá laust undir þessum 2 fundargerðum velferðarnefndar. Eðvarð Ólafsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, áhorfendur, bara takk fyrir þessa brýningu. Ég kem nú inn á þetta í fundargerð fræðslunefndar á eftir. Nú, ef ég man rétt þá sast þú í byggingarnefnd fyrir Kleppjárnsreyki og ég veit að þú eins og aðrir og mér kannski ekki mjög smekklegt að stilla þessu þannig upp að Framsókn hafi ekki áhuga á fötluðu fólki vegna þess að það er alls ekki þannig. Og þú veist að það er hugað að þessum málum, því miður eru bara mannanna verk þannig að stundum gera svona hlutir og við þekkjum bara því miður dæmi sem hafa kostað okkur miklu peninga í sveitarfélaginu þessu hefur ekki verið fylgt eftir. Og ég efa það ekki að þið í ykkar nefnd hafið farið vel ofan í þessa sauma á sínum tíma en svo gefum bara ljósa að það gleymist eitthvað. Við munum ekki láta okkar eftir liggja og ég kem kannski betur inn á það eftir að ég fagna þessar umræði sem að Bjarni kom með inn á fund okkar í fræðslunefnd og hún getur kannski staðfesta þá líka að það eru náttúrulega bara allir einhuga að gera þessi mál vel og að sjálfsögðu huga að þessum hóp fólks. Takk fyrir það, Eðvarð. Orðið er ennþá laust undir þessum 2 fundargerðum velferðarnefndar. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla bara að fá að ítreka það sem ég var að ræða áðan á ekki síður við gömul mannvirki sem við erum með. Gamlar skólalóðir, gömul íþróttamannvirki, inngang inn í íþróttahúsin sem upp í dreifbýlinu, ekki síður að það er akkúrat þar sem við þurfum að gera þarfagreiningu og jafnvel fara í frumkvæðisverkefni. Já, takk fyrir það, Thelma. Ég veit að þarfagreiningin er til varðandi eldra húsnæðið okkar og við þurfum bara að taka hann upp úr skúfum, ef við getum orðað þannig. Eðvarð Ólafur, já. Orðið er ennþá laust fundargerð velferðarnefndar. Það er ekki fleiri sem kveður sér hljóðs og þá telst fundargerð frá fundi nr. 150 framlögð og fundargerð frá fundi nr. 151 er jafnframt framlögð. Þá erum við komin að 30. dagskrárlið sem er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 66. Gjörðu svo vel, Sigrún Ólafsdóttir, formaður. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara byrja á því áður en ég fer að fara yfir þessa fundargerð að senda bestu kveðjur og væntanlega frá okkur öllum hér til gangnamanna sem nú annaðhvort hafa nýlokið eru í göngum eða væntanlega leggja á stað í göngur. Okkar bestu kveðjur óskum velgengni og árangur í því öllu saman þó að þó við getum svo sem ekki kvarta með að við Norðausturlandi þá berast samt fregnir af mönnum sem voru að fara upp í daga sem eru að berjast í krabba og snjó. Þannig að það getur verið strembi þó ef við séum ekki á þeim verstastaðnum. Og færi ég bara öllum þeim sem að þar eru að störfum bestu kveðjur okkar. Nú, ég ætla að fara yfir síðasta eða fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 66. Og þar var fyrst á dagskrá liðurinn sorpútboð og þar vorum við að vinna í því að fara yfir útboðsgögn og ræða þetta allt saman fram og tilbaka. Nú, það var svona helstu niðurstöður en náttúrulega starfsmönnum nefndarinnar er falið að halda áfram þessari vinnu og uppfæra gögn og þá sérstaklega með áherslu á sundurliðun og kostnað, sveigjanleika og annað slíkt í sambandi við úrvinnsluna og ráðstofun og eignarhaldi úrgangs og svo framvegis.
Við héldum einn aukafund sem reyndar ekki komin hér inn á skrá, sem það var verið áfram að vinna þessu verkefni og við höfum lagt mikinn kraft í þetta og væntum mikils af starfsfólki okkar við að aðstoða okkur við að gera þessi útboðsgögn þannig úr hendi að sem best fara á þessum málaflokki hjá sveitarfélaginu. Bæði hvað varðar þjónustu og ekki síður fjárhagslega þáttinn. Annar liður hjá okkur var hreinsunarátak á Brotajárni sem fyrirhugað núna fljótlega og það stefnt að því að söfnun hefjist 21. október og verði með svona hefðbundnu sniði eins og verið hefur. Númer 3 var skemmtilegasta mál umhverfis- og landbúnaðarnefndar af alltaf hverju ári, en það sem sagt tilnefningar til umhverfisviðurkenninga, bæði til einstaklinga og fyrirtækja. Og það sem sagt opið fyrir tilnefningar til 30. september og hvetjum við ykkur endilega til þess að fara inn á síðuna og velja ykkar uppáhalds, hvað segir maður, þann sem að þið teljið best að þið komin að hljóta þessa tilnefningu í hverjum flokki fyrir sig og við fögnum því að það komi sem flestar tilnefningar, þannig að við höfum úr ykkur að velja, bæði hvað varðar flokka og bara allt sem að þessu við kemur. En ég ítreka það að það til 30. september sem hægt að tilnefna. Að gera drífa sig áður en grösin fara að falla og blómin að fölna. Næsta erindi númer 4, það var erindi hundagerði frá Hvanneyri sem við höfum nú ansi oft svona eitthvað tæpað á í nefndinni. En núna held ég að sé bara séð fyrir endan á þessu og það búið að finna staðsetningu og allt komið í vinnslu hvað þetta varðar. Þannig að vonandi verða hundeigendur á Hvanneyri bara komnir með þessa aðstöðu sem allra fyrst. Liður númer 5, það var eins og kom fram hérna í öðrum nefndum, lagt fram til kynningar. Þetta erindi inn í nefndinni. Númer 6, þá var uppfærðar samþykktir stjórn borgarbyggðar. Og það var einmitt lagt líka fram sem sagt til kynningar. 7. liður, það voru umsóknir í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og þar vorum við að velta vöngum yfir því hvar við gætum stungið niður til þess að sækja fyrir hönd sveitarfélagsins. Eins urðu miklar umræður þessi mál og þessi aukafundur sem ég að vitna í hér sem búinn en ekki kominn inn á skrána, að þar fengum við sem sagt fagstjóra áfangastaða Samtaka Vesturlands á fund til okkar. Og kannski svo ég nefni það líka að undir liðnum fyrsta varandi sorpmálin, að á þeim fundi fengum við líka gest sem að koma til þess að ræða þau málefnið okkur. En nánar það þegar sú fundagerð liggur fyrir fundi. En fleira var ekki gert á þessum fundi þannig að þetta hér með lagt fram. Takk fyrir þessa yfirferð Sigrún Ólafsdóttir. Forseti gefur það orðið laust fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá það dagskrárliður númer 31 og það fundagerð frá fundi fræðslunenda borgarbyggðar frá fundi númer 235 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Eðvarð Óla Traustason að koma hér upp og fara yfir dagskrána. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjóri, ágæta sveitarstjórn, aðrir áhorfendur. Fyrsti fundur eftir sumarfrí var haldinn í síðustu viku. Fyrir fundinum lágu 8 mál. Og fyrsta mál á dagskrá var upptaka erindisbréfi, það ekki upptaka á innihaldinu, heldur bara að kynna það fyrir nýjum fulltrúum sem alltaf á þessum tíma eru mikla mannabreitingar þegar að sætin skiptast á milli skólastofnana í héraðinu og það koma nýjir áheyrnarfulltrúar inn einnig. Alltaf gaman að kynnast nýju fólki, mér líst vel á þessar nefnd. Og mál númer 2 var fjárhagsáætlun, það hefur svo komið fram hérna í öðrum nefndum líka, það bara var að fara yfir tímaáætlanir á fjárhagsáætlunarvinnunni. Mál númer 3 voru uppfærðar samþykktir stjórn borgarbyggðar. Það hefur komið fram áhugaverð tillaga sameiningu nefnda og eins og bara kannski þessa fundagerðir sem að velferðarnefnda núna og fræðslunefndar, þá sjáum við að þetta oft sömu mál sem á dagskrá og þetta skarast, en það hefur verið að tala
oft á tíðum sömu hópana og það hefur semst komin hugmynd upp hvort það eigi að skoða það möguleika að sameina þessar tvær nefndir og geta það jafnvel bara fundað oftar ákveðin mál þannig að það verði kannski meiri svona vinnutími inn í nefndunum til þess að taka á málum. Það finnst mér persónulega í fræðslunefnd sérstaklega, það of langt að það líði mánuður á milli funda. Það bara oft þannig að það þarf að bregðast við málum fyrr. Þannig að það var lagt til að allavega næsti fundur þessara tveggja nefnda yrði sameiginlegur. Við höfum fordæmi frá Múlaþingi og fleiri stöðum þar sem að þetta eru svona fjölskylduráð sem fara með þennan málaflokk og ég gat ekki betur heyrt en að allavega á þeim aðalum sem sitt inn í nefnd hjá mér að það væri bara svolítið spenna fyrir það að skoða þennan möguleika. Mál númer 4 voru bara þessar árlegu ársskýrslur. Kannski bara rétt að benda áhorfendum á það að það hægt að nálgast þar inn á heimasíðum skólana og þetta bara ansi fróðleg og skemmtileg lesning sem því miður bara allt og lítið skoðaðar með að þær svona umferðartölur sem við sjáum á netinu. En það bara margt þarna sem mjög fræðandi og vert að skoða. Kjarasamningar, það hafa verið hérna í öðrum nefndum líka. Ég nú ekki frá því að þetta kannski hafi mest áhrif á þessa nefnd. Ef ég man rétt og Bjarni kom inn á einn áðan þá þetta eitthvað sem tekur gildi núna 1. nóvember. Og þetta bara töluverð vinna sem felst í því að þetta gangi allt saman upp en við fengum þannig kynningu á þessu frá Írisi Þórunni og henni Ardísi og þær fóru vel yfir málið og voru mjög upplýsandi og sögðu vinnuna við þetta hún gengi vel. Aðgengismál fatlaðra barna á skólalóðum og leiksvæðum að mál nr. 6, við höfum rætt það hér og ég vil bara ítreka það að þetta bara góð brýning og við eigum ekki að láta okkar eftir liggja að skoða þessi mál. Í fræðslunefnd það nú þannig að við erum nú yfirleitt að taka á þeim stofnunum sem að heyra undir fræðslunefnd eðlilega og það engin afsláttur gefinn á því inn í þeim stofnunum þannig að við erum kannski sem betur fer komið svolítið lengra þar en telma svo að það sé líka alveg á hreinu að ég tek heilshugar undir þá hugmynd þá hef ég ekki komið aftur upp og eftir þér áðan og að auðvitað verðum við að skoða þetta í stærra samhengi. Kjaramál, gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum. Þetta kom svolítið hratt inn á okkar borð. Áhyggjur foreldra virðast sem eru náttúrulega ánægð með þetta eins og við. Felast helst í því að þetta geti bitnað á gæðum matar inn í skólastofnunum en ég get bara fullvissað ykkur það að það búið að taka stöðuna hjá matráðum og það verður ekki gefinn einn afsláttur á því að gefa einn afslátt á því. Það aftur á móti ekki gott mál að fá svona inn frá ríkinu og koma svo að því að þessar hugmyndir eru bara alls ekki vel unnar. Þegar eru ekki fullunnar, þetta var stuttur tími og það bara fullt af spurningum í þessu máli sem ósvarað og þarf bara að fá svör við sem fyrst. Bara hvernig þessi skiptingakostnaður og hvað innifalið í þessum hugmyndum en það getur engin svara fyrir það og það bara, finnst mér ansi skrítið að leggja fyrir svona hugmyndir sem ekki fullunnar. Að lokum að fara yfir skólaaksturinn. Fyrir þennan vetur 24-25 urðu eðlilega breytingar á akstursleiðum að einhverju leyti þar sem við náttúrulega erum að flytja núna börn frá Varmalandssvæðinu yfir í 2 skóla. Það hafa komið fram áhyggjur foreldra á því til að mynda biðtími barna sem að koma úr Borgarnesi sérstaklega upp í gegnum Baulu að hann sé of langur. Fræðslunefnd lýsti yfir áhyggjum af því að það væri ekki ásættanlegt að þessi börn myndu bíða þarna í þann tíma sem við fengum að vita að væri upp undir 15-20 mínútur. Það búið að ráða starfsmann núna tímabundi til þess að fylgjast með þessu börnum en það þarf að klára þetta mál og mögulega þó að sé pínu flókið að reyna að finna út úr því að það myndist ekki biðtími þarna. En auðvitað í upphæði bara verið að láta reyna á leiðirnar. Það var farið í að hafa eitthvað svigrúm í skiptistöðunum og svo þarf bara að yfirfara þau mál og ég veit að svo vinna í gangi til þess að fá einhverja bestun á þessum málum. Fleira var ekki gert og ég að sjálfsögðu svara spurningum ef einhverjir eru. Takk fyrir þessa yfirferð, Eðvarð Ólafur og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mig langar að byrja á því að spyrja formann nefndarinnar af hverju það liði 3 mánuðir milli funda. Ég veit að þið fundið vanalega í upphafi hvers mánaðar og þar af leiðandi ennþá í sumarfríi eflaust í byrjun ágústmánaðar, en hvort að það sé eðlilegt að fræðslunefnd liggi í dvala í 3 mánuði samt sem áður. Það mín spurning. Annað varðandi skólaaksturinn, að nú kemur í ljós og það liggur fyrir í fundagerð þessara fræðslunefndar að barn týndist á leiðinni heim úr skólanum fyrsta skóladaginn, á leiðinni frá Varmalandi og heim, og ekki mikil sátt hvernig skólaakstri háttað þarna upp frá. Nú heyrum við að það eru góðar aðgerðir í gangi til þess að aðeins að bæta þetta, en það liggur samt fyrir að upplýsingar skólaakstur bárust ekki til foreldra með almennilegum fyrirvara, eða eðlilegum fyrirvara og jafnvel ekki til skólastjórnenda heldur. Og mér langar bara aðeins að spyrja formann, hvernig fór þessi undirbúningur fram fyrir breyttar akstursleiðir fyrir þessar nýju skólaaðstæður sem núna á Varmalandi? Myndi hann telja þetta vera eðlilegan undirbúning? Var nægur tími gefinn í þennan undirbúning og var eitthvað samráð við foreldra, vegna þess að mér berst til eyrna að svo hafi ekki verið. Mér langar að fá að heyra hvort að skólastjórnendur voru hafðir með í ráðum, af því að nú kemur í ljós að það er verið að reyna að breyta skólatíma, upphafi skóla til þess að laga eins skólaaksturinn. Já, þetta er svona mínu spurningar. Takk. Takk fyrir það, Thelma. Kristján Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir íbúar borgarbyggðar. Ég ætla að tjá mig hérna undir lið væntanlega 31.3 sem uppfærðar samþykktir stjórn borgarbyggðar. Ég ætla að taka undir orð hans Eðvarðs áðan með að ég held að þarna sé gríðarlegt tækifæri fyrir okkur. Fyrstulega að nýta mannskap og á annan stað að nýta tíma. Í fræðslunefnd væntanlega í sínu starfi að fjalla 60% af veltu sveitarfélagsins trúlega, og hún skuldi funda einu sinni í mánuði, það er bara allt of lítið. Þannig að ég er ánægð með þessa tillögu og svo bara eftir útfæra hana og gera hana þannig og eins og var kynnt fyrir okkur í velferðarnefnd, og þá skilst mér að það sé svona stefnt að því að það verði jafnvel 3 fundir í sameiginlegri nefnd á mánuði, allavega eins og var kynnt fyrir okkur. Og það er vel. Ég held að veit ekkert af því þegar koma upp stór mál eins og hafa komið upp núna síðustu vikum og mánuðum. Mér langar líka að tjá mig hérna skólaakstur. Ég ætla ekki að fara í þetta akkurat þetta Varmalandsmál. Ég ætla bara að minna á það sem ég sagði á sveitarstjórnarfundi núna í júní, minni mig, þar sem ég hafði áhyggjur af þessu, nákvæmlega þessu. Og við verðum að fara að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Við erum með ákveðna marga kílómetra og mjög marga stundum þar sem við þurfum að keyra börnin okkar. Í mínum huga erum við ekki að taka tillit til barnanna í dreifbýli. Þú veist, ég hef áhyggjur af því. Það eru tilraunir víða Íslandum það að byrja skóla seinna, unglingastigi og svo framvegis. Þannig að ég svona vil beina því til fræðslunefndar og væntanlega sameiginlegri nefndar að við þurfum að horfa. Ég er ekkert endilega að tala að við þurfum að gera það á morgun eða hinn, en svona í nánustu framtíð þurfum að hugsa þetta módel upp á nýtt. Ég held það. Takk. Takk fyrir það, Kristján Ágúst Magnússon. Og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Eðvarð Ólafur, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjóri, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Thelma, byrja á þér.
3 mánuðir, það vill nú bara þannig til að þetta var nú kannski ekki alveg 3 mánuðir en það skiptir ekki öllu, þetta alltaf langur tími þarna á milli. Það nú bara þannig að skólafríin eru það bil 2,5 mánuður þannig að það kannski í hlutarins eðli segir sér sjálft að þarna líka skipti á nefndum og annað. Ég hef eins og ég talaði hérna áðan og Kristján kom svo sem inn á líka að þetta bara of knappur tími að funda svona sjaldan. Ég held að væri kannski árangursríkara að funda þá eftir að skólastarf hefst 3 sinnum í mánuði sé þess þörf. En varðandi skólabílaaksturinn, og það kannski lítið að málum að koma inn svona almennt inn á okkar borð yfir sumartíma, nema kannski þessar breytingar sem áttu sér stað. Okkar svör við því hvernig þessi vinna gekk var bara svo að þetta væri búið að teikna þessa hugmyndu upp og á blaði myndi hún ganga upp. Ég get alveg sagt ykkur með upplýsingaflæði varðandi skólabíla að það sama var upp á teininum hér í Borgarnesi, þar sem fólk vissi ekki hvernig það átti að þó að við göngum að þessu kannski svolítið fastar þau sem við höfum verið með börn hérna, en til dæmis bara svona gerist bara, til dæmis við skólasetninguna voru engar upplýsingar hvenær þessi bílar myndu ganga, þannig að eitthvað brást í upplýsingaflæðinu og það náttúrulega klárlega bara óvart. Við vitum það bara. Ég get ekki tjáð mig einstaka mál, ég veit hvaða mál þú ert að tala þannig upp í sveit, varðandi að það var þarna mjög ungur skjólstæðingur sem að lenti því miður í þeirri óskemmtilegu reynslu að það var smá misskilningur með hans mál. Ég veit að sviðið tók þetta mjög nærri sér og ég veit að það hefur verið haft samband við foreldra, eða það var allavega síðasta sem vissi að það staði til. Ég veit að það hefur verið kallað eftir upplýsingum varðandi hvernig þessi skólaakstur hefur gengið núna. Ég hef heyrt þær raddir að foreldrum fannst þeim afskiptir í sumar þegar það var verið að koma með hugmyndir af því hvernig væri best að gera eða hátta þessum akstri. En við náttúrulega bara reiðum okkur á þau svör sem við fáum og ég veit að það allir að reyna að gera sitt besta og bara því miður var þetta úr. Hér stöndum við nú. Við viljum ekki að þessi börn sem eru í þessari stöðu að vera kerið hérðan og til síns heima upp í sveit, að þau séu að lenda í því að þessi biðtími sé eins og og það bara krafa á okkur að við finnum lausn á því. Og okkar vandamál liggur líka í því að við höfum ekki íþróttamannvirki og annað til þess að seinka skólanum mjög mikið vegna sem við þurfum bara að halda út í íþróttastarfi og það ekki tímar í sal og annað. Þannig að það eru ótrúlega margir vinklar sem koma inn í þá umræðu að seinka skóla. Ég held að séu allir í fræðslunefnd á því að við höfum að seinka skóla. Við gerðum það að hluta til núna með ákveðin hóp í grunnskólanum, en við sjáum bara hvað önnur sveitarfélög að gera í þessum málum og það sem að koma út úr þeim tillögum bara þær að það bara meiri ánægja og þessum börnum líður betur og þau eru minna þreytt og þau læra meira. Þannig að bara sjálfsögðu eigum að stefna þangað. En leið og við erum komið með þessi íþróttamannvirki og annað í gagni hérna, þá það allavega ekki lengur afsökun hér og ég veit það bara að þá getum við gert þetta eins og önnur sveitarfélög. Ég að gleyma fyrri spurningunni þinni, Kristján, varðandi það var skólaaksturinn. Nei, velferð, já. Þannig að ég bara sammála þér. Ég held þetta sé að hinu góða og það verður bara áhugavert að heyra hvernig hugmyndirnar þessa sameiningu verða sem við fáum að heyra á næsta fundi þessara beggja nefnda og sameiginlega fundi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvar Ólafur, og orðið ennþá laust undir fundargerð fræðslunefndar. Það enginn sem kveður þessu hljós og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 32 sem fundargerð fjallskilnefndar Grímsstaðaréttar frá fundi númer 38 og þetta gefur orðið laust. Það enginn sem kveður þessu hljós og þá telst svo fundargerð framlögð. Dagskrárlið númer 33 fundargerð fjallskilnefndar umdæmis Akranes, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. Forseti gefur orðið laust. Það enginn sem Telma Harðardóttir hefur kveðið sér ljós. Forseti, mér langar bara að vekja athygli forseta á því að það vantar fundargerðir það inn í fundargáttina sem snúa að þessum fundargerðum öllum nema einni allavega. Takk.
Takk fyrir ábendinguna, Telma Harðardóttir. Forseti telur rétt að við tökum þessa dagskrárliði út af dagskrá þar sem að fundargerðir eru ekki undir og það þannig að fundargerð fjallskilinefndar Oddsstaðaréttar, hún undir fundargáttunni, en ef að sveitarstjórnarfulltrúar eru samþykkir því að við tökum út af dagskránni þá dagskrárliði þar sem eru ekki fundargerðir, sem þá fundargerð fjallskilanefndar Grímsstaðaréttar, fjallskilaumdæmi Akraness, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps, dagskrárlið númer 34, fjallskilanefnd Kaldabakka og Mýrdalsréttar, dagskrárlið númer 35, fjallskilanefnd Þverárréttar, dagskrárlið númer 37, fjallskilanefnd Hítardalsréttar og forseti óskar eftir því að gera fundarhlé þannig að við getum endurraðað þessum dagskrárliðum í samræmi við þetta.
Já, herðu, við byrjum aftur og sveitarstjórnin búin að fara aðeins yfir fundagáttina og við höfum komist að þeirra niðurstöðu að við þurfum ekki að gera breytingar á dagskránni hjá okkur og við þurfum ekki að taka út neina dagskrárliði vegna fundagerðirnar eru komnar inn og sveitarstjórnarfulltrúar hafa samþykkt að við höldum fundinum bara áfram samkvæmt dagskrá og þá ætlar forseti að fara í dagskrárlið númer 33 sem var fundagerð fjallskilaumdæmis Akraness, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalssveit og gefur orðið laust þann dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljós og þá telst svo fundagerð framlögð. Þá það dagskrárliður númer 34 sem fundagerð fjallskilanefndar Kaldabakka og Mýrdalsréttar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljós og þá telst svo fundagerð framlögð. Númer 35 fundagerð fjallskilanefndar Þverárréttar. Forseti gefur orðið laust þann dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljós og telst svo fundagerð framlögð. Dagskrárliður númer 36 fundagerð fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar og forseti gefur orðið laust þá fundagerð. Enginn sem kveður svo hljós og það telst svo fundagerð framlögð. Dagskrárliður númer 37 fundagerð fjallskilanefndar í Hítardalsréttar. Forseti gefur orðið laust þá fundagerð. Það enginn sem kveður svo hljós og það telst svo fundagerð framlögð. Síðasti dagskrárliður hér í dag númer 38 fundagerð fjallskilanefndar Brekku og Svignaskarðsréttar. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það enginn sem kveður svo hljós og þá telst svo fundagerð framlögð. Þá dagskrá fundar hjá okkur tæmd í dag. Ég þakka sveitarstjórn fyrir góðar umræður málefnalegar hér í dag. Sveitarstjóra þakka ég fyrir sín störf og undirbúning og tæknimanninum okkar Eiríki fyrir að halda vökulu auga yfir okkur og segi þessum fundi slitið.